Ragnar Ingólfsson, þú ert stjórnarmaður í Verslunarmannafélagi Reykjavíkur og hefur verið að skoða allt þetta kerfi mjög innan frá. Eitt af því sem þú ert að benda á núna er gríðarlegur kostnaður við að reka þetta kerfi, lífeyrissjóðakerfið. Já, það rekstrarkostnaður lífeyrissjóðanna alveg gríðarlega hár. Svona ef við tökum tillit til þess að lífeyrissjóðirnir eru að upplægja að gera nákvæmlega sama hlutin, fjárfesta í sama litla hagkerfinu og til dæmis eins og hlutabréfastaða sjóðanna var rétt fyrir hrun, það var þetta allt mjög svona áþekkt. Og svo eru náttúrulega lífeyrissjóðirnir að kaupa mikið til sömu sérfræði og ráðgjafaþjónustuna fyrir nákvæmlega sömu hlutina. Og þetta er byggt of mikið upp á þessu svona einbjörn tvíbjörn systemi. Það eru margir sjóðir að gera sömu hlutina og eini rauninni sjáanlegi munurinn á fjárfestingum lífeyrissjóðanna þessar stærstu í rauninni fjárfestinga þeirra í því baklandi sem stendur á bak við hvern sjóð. En allt hefur þetta ekkert að gera með hafa okkur sjóðsfélaga. Baklandi sem bak við hvern sjóð, þú meinar þá að þeir hafi verið að fjárfesta í einhverjum blokkum? Akkúrat. Það er að rekja nokkra stærstu sjóðina við ákveðna viðskiptablokkir sem að tryggja ákveðnum sjóðum iðgjaldagreiðendur og svo fjármagn út í ákveðna blokkir og öfugt. Þetta sáum við með lífeyrissjóð Verslunarmanna og Gildi sem voru mjög samstíga í svona sínum fjárfestingum og tóku mjög sterkar stöðu með Kaupþingi og félögum tengdum Bakkavörabræðrum, Existöð og Bakkavör og tengdum félögum. Já, við vorum eiginlega bara partur af því veldi með meðferðin í bankaráðinu. Já, það var erfitt að sjá hver var að vinna að hverra í því apparati og svo náttúrulega almenni lífeyrissjóðurinn sem var rekinn inn í Glitni tók mjög sterkar stöðu með Baugsfélögum og svo fleiri sjóðir Stafir, þeir taka mjög sterkar stöðu með N1 og Nóatúnsfjölskyldunum. Þannig að þetta er svona eini sjáanlegi munurinn á þessum sjóðum, annars þeir að gera mikið það sama. Þeir voru að kaupa sömu handónýttu skuldabréfin í útrásarfélögunum og svo mætti lengi telja. Og þessi rekstrarkostnaði sem ég tek hérna saman, ég gerði þetta nú líka fyrir árið 2007, fyrir 1,5 ári síðan, að þar erum við að horfa á rekstrarkostnaði upp á 3,34 milljarða. Það fer eftir hvort við tökum þessi erlendu fjárfestingargjöld inn líka, sko. Og ef við setjum þetta í samhengi, þannig samhengi og förum að skoða hvað tekur marga sjóðsfélaga til þess að standa undir þessi rekstrarkostnaði, þá þessar tölur alveg svakalar. Ég bendi þarna á að það tæki 11.500 sjóðsfélaga með 200.000 krónur í mánaðarlaun sem gera ekkert annað en að borga undir reksturinn og kerfinu. Og það náttúrulega kannski setur þessar hluti í rétt samhengi vegna þess að þeir sem stýra kerfinu, þeir stæta sig að því að þessi rekstrarkostnaður sé rauninni mjög lágt hlutfall af eignum. Já. Alveg svo Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, hún örugglega mjög lág laun ef við myndum setja launin hennar upp sem hlutfall af landsframleiðslu. Þannig að það þarf að taka þetta kerfi eins og hér var bent á áðan að kerfið er óbúslega stórt og mikið inn í mjög litlu hagkerfi og það má ætla það til þess að kerfi verði hugsanlega 4.400 til 6.000 milljarðar stærð eftir 20 ár. Þegar að útgreiðslur úr kerfinu verða hærri heldur en inngreiðslurnar. Sjóðirnir komast upp með það í dag að hafa eignirnar loka eignirnar inn í sjóðunum sem svona tökum sem dæmi skuldabréf í Bakkavör, þarna fóru lífeyrissjóðirnir í nauðasamninga og hafa skrifað þessar eignir bara niður að hluta til þó kröfurnar séu klárlega tapaðar. Og það einhverjar ímyndaðar heimtur sem eru gerðar í einhverjum nauðasamningum sem eru algjörlega óraunhæfar og þessar eignir eru geymdar sem gull inn í sjóðunum og þangað til að þarf að losa þær. Og í dag eru iðgjöldin, inngreiðslurnar inn í kerfið svo miklu hærri heldur en útgreiðslurnar, þannig að sjóðirnir geta notað peningarnir sem koma inn til þess að greiða út. Alveg eins og kom fram í símaviðtölunum áðan. Það þarf að fara með kerfið í algjöra naflaskoðun. Við þurfum að helst að fækka sjóðunum í einn. Já, fækka sjóðunum í einn, segirðu? Algjörlega. Ég sé enga ástæðu til að hafa alla þessa sjóði sem að gera ekkert annað en að styðja við einhver hagsmunaaðila sem hafa ekkert að gera hafa ekkert sameiginlegt með þeim sem að þurfa á þessum peningum að halda þegar fram í sækir. Þetta eru framtíðarskatttekjur ríkissjóðs, barnanna okkar og framtíðarlífur okkar. Við höfum ekkert að segja það hverjir stjórna þessum sjóðum, við höfum ekkert að segja hvernig þessum peningum varið til fjárfestinga
og ég hef líka bent á það að með því að sameina þessar sjóðanir í einn þá væri hægt að ná þessu rekstrarkostnaði niður allavega helming og bara með því að skera af alla þessa yfirstjórn svo forstjóralaun ennþá mjög há þó það hefur lækkað mikið frá því var 2007 og hugsanlega að lífeyrissjóðakerfið komið sér upp einhvers konar eignaumsýslu batteri í kringum verðbréfaviðskipti þannig að þess að lækka þá kostnað við fjárfestingarnar. En þetta náttúrulega, það er náttúrulega eitt í þessu það að við erum Íslendingar við borgum inn í þetta stanslaust og borgum stóra fjárhæðir inn í þetta í hverju mánuði og það er náttúrulega þaðan sem að krafan á að komum að þetta sé allt gegnsætt því þetta bara eins og skattur sem við eigum ekkert val að borga inn í þetta og svo er náttúrulega annað sem að ótrúlegt í þessu það er það að ríkisstarfsmenn skuli vera með einhvers konar lífeyrisréttindi umfram aðra landsmenn það hlýtur að koma svo dagur að það verði jafnað. Já, ég held að sko, eins og staðan í dag með skuldbindingar sko, ríkisreknarkerfisins og þá er mjög hæpið að við sem skattgreiðendur getum staðið undir þessum skuldbindingum. Og því fyrr sem við förum í að skoða þessa hluti og reyna að horfa svolítið á þetta heilstætt og skera í burtu þá svona þessa hagsmunaaðila sem vilja engu breyta þenni að þá eigum við örugglega að komast að þeirri niðurstöðu að við verðum að jafna öll réttindi. Við getum tekið sem dæmi bara inn í lífeyrissjóðakerfinu að 1997 þegar skyldutryggingar lífeyrisréttinda, lögin um skyldutryggingar lífeyrisréttinda eru samþykkt að þá verður þetta rauninni skattur þessi iðgjöld og kerfið í dag, þetta er skattur við höfum ekkert að segja hvernig farið með þennan skatt okkar að þetta erum við kerfið sem hyglir þeim tekjuhærri og kostnaði þeirra tekjulægri og við getum sagt sem svo væri eðlilegt til dæmis ef við værum með heilbrigðiskerfi sem myndi veita þeim tekjuhærri betri þjónustu heldur en þeim tekjulægri þannig að ég er þeirra skoðunar að við þurfum að sameina helst alla sjóðuna bara í einn jafna öll réttindi og jafna réttindi, alveg sama hvernig öll réttindi, ég meina við eigum að njóta þess að vera til alla ævi ekki bara eftir 67 ára aldur og þá þröngur hópur í dag er kerfið líka þannig að við eigum allt undir með einhverjum misgáfulegum ákvörðunum misgáfara forstjóra hvernig okkur kemur tíma að reiða af í framtíðinni og þeir þurfa að fara í gegnum frystingar, kerfisbundin áföll sínar ákvarðanir sem að koma frá einhverjum baklandi sem hefur ekkert að gera með hagsmuni sjóðsfélaga og svo umræða sem hefur verið í gangi í dag þessa hrun þessara séreignarstefnu mér finnst hún einmitt vera komin í hálfgerða ógöngur vegna þess að við sjáum í dag að lífeyrisþegar sem taka út úr kerfinu í dag hafa greitt það yfir 40 ár við sjáum bara hvernig þeir standa að þeir eru ekki að bera mikið úr bítum alls ekki. Og það sem heldur lífeyrisþegum upp í dag er eignamyndun þessa hóps yfir sama tímabil og þau greiddu inn í kerfið, lögbundakerfið og þess vegna er svo mikilvægt að kerfið bjóði ungum sjóðsfélögum upp á það að eignast þak yfir höfuðið vegna þess að það er okkar mikilvægast í lífeyri og ef við afnemum algjörlega séreignarstefnuna hvernig gengur okkur í framtíðinni að takast á við yfir í rauninni eignalausa og hugsanlega skulduga árganga sem þurfa að fara á lífeyri og fá lágmarksframfærslu og jafnvel að sjá þessum hópi fyrir félagslegu húsnæði líka. En þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega mjög flókið fyrirbæri í lífeyrissjóðum, þetta er ríki í ríkinu og þarna mætast náttúrulega atvinnurekendur og verkalýðsforingjar það er náttúrulega spurning eiga atvinnurekendur að hafa eitthvað yfir þessu að segja vegna þetta er náttúrulega eign þeirra sem borga í sjóðina, þetta er ekki eign þeirra og síðan er það hvernig einhvern veginn hagsmunir verkalýðsmanna og læsast saman við kapitalið í samfélaginu í gegnum þetta sko. Já, það er náttúrulega lýðræðið náttúrulega inn í þessu batteri er æðið sérstakt að þarna eru verkalýðsforingjar og verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur búin að læsa sig saman sjóðina og það virðist ekkert annað komast fyrir hjá þeim heldur en að verja þetta lífeyrissjóðakerfi, þetta batteri sem að hefur hrunið kerfisbundið, myndi ég segja og það hefur verið að taka á sig stórfellda skerðingar í kerfisbundum áföllum og fjármálamörkuðum og ég held að væri mjög hollt fyrir verkalýðshreyfinguna að aftengja sig í lífeyrissjóðakerfinu svo við getum fyrir að vinna fyrir fólki í landinu. Við sjáum það að bara verkalýðshreyfingin sem er að velta yfir 10 milljörðum á ári hún hefur ekki haldið einn einasta samstöðufund launafólks til að mótmæla
þessum gríðarlegu svona búsefjum sem hafa dunið á fólk frá hruni. Eina sem heyrist frá þeim að ráði inn í háaðinn, það er þegar einhver kemur í svona spjallhætti eins og ég að gagnrýna kerfið og þá taka þessi til og býta frá sér. En það er náttúrulega að Sigrún Davíðsdóttir var með pistil hér í Speglinum daginn þar sem hún var að ræða hvernig lífeyrissjóðirnir væri að rannsaka sjálfa sig, sko, í rauninni það sem fór fram, hvernig þeir væru að standa því að rannsaka sína frammistöðu á hruntímanum eða tímanum fyrir hrunið. Já, þeir náttúrulega héldu heilmikinn fund í kringum lífeyrissjóðina á Selfossi. Ég komst því miður ekki á þann fund en síðan skiluðu þeir einhver álitsgerðum um hrunið og aðkomu sjóðanna og einhverja leiðir til úrlausnar. Síðan ég held að bara að ríkisstjórnin hafi nú bara alfarið hafnað þeirri úttekt og það var farið fram og að fara einhver opinber rannsókn á lífeyrissjóðunum. Nú það er búið að fresta þeirri rannsókn að ég best veit að því að lífeyrissjóðirnir hafa svona í gegnum ríkissáttasemjara skipað einhverja 3 manna nefnd til þess að fara í enn einn svona kattaþvottinn á kerfinu og sem var svona einkennist á einhverja veruleikafirru og svona tilvistarkreppu finnst mér að það hefur ekkert uppgjör átt sér stað. Það eru mikið til sömu kannonundar sem að stýra þessu kerfi fyrir hrun, stýra þessu kerfi áfram og það virðist ekki vera nokkur einasti vilji hjá aðilum vinnumarkaðarins sem gerði nokkuð skapaðan hlut til að breyta þessu kerfi. Þannig að við þurfum klárlega að fá stjórnvöld til þess að stíga þarna inn í og taka af skarið í þessu hagræðingarferli sem ég tel sjóðana nauðsynlega þurfa að halda. Takk fyrir að koma í þáttur, Ragnar. Við ætlum að fjalla örstutt um heimildarmyndir sem á að sýna núna í Bíó Paradís.